Eiríki Bergmann Einarssyni orðið, gjörðu svo vel. Formaður, kæru félagar, ég ákvað að koma hérna upp líka til þess að fara svona aðeins yfir þetta svið. Ég ætla nú ekki að endurtaka endilega það sem að Vilhjálmur sagði, en ég ætla að vona að ég geti gert þetta, haft þetta bara samt sem áður stutt. En mér langaði til þess að útskýra samhengið sem að þessar tvær tillögur eru í. Þetta eru sem sé tillögur 28 og 29 af samhangandi pakka tillagna, sem sé 29 tillagna, sem að hafa það flestar að markmiði að skilja valdþættina sem best í sundur og efla stöðu Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þetta er það markmið sem við lögðum upp með í nefndinni. Það fór töluverður tími í starfi nefndarinnar í upphafi að ræða það hvort að menn vildu hér stefna að áframhaldandi þingræði eða þá að kjósa ríkisstjórn beinni kosningu og losa þingið þar með við ríkisstjórnina með því móti. Og ég er einn af þeim sem að kallaði eftir svona prinsippu umræðu það mál á þeim tíma. En niðurstaðan í nefndinni var sú að við skildum reyna og sjá hvort að hægt væri að ná fram þeim markmiðum sem að menn vildu ná fram með því að kjósa ríkisstjórn beinni kosningu innan þingræðis fyrirkomulagsins, og að því höfum við unnið allar götur síðan, og má segja að þessar tvær tillögur reki smiðshöggið á það verk. Og eins og ég hef hér lýst áður og eins og ég lýsti fyrir kosningarnar á sínum tíma, þá hef ég verið fylgjandi því að ríkisstjórn sé kjörin beinni kosningu, eins og Vilhjálmur lýsti sjálfur að hann hafði lagt upp með í kosningabaráttunni svokölluðu. En báðir stöndum við nú hér og flytjum tillögur B-nefndar sem að felur í sér áframhaldandi þingræði. En það er að því gefnu auðvitað að það takist að skilja í burtu milli valdþáttana innan þingræðis fyrirkomulagsins, og ég fyrir mitt leyti er orðinn sannfærður að þetta sé nægjanlega góð leið og ásættanleg, að það sé hægt að ná fram þessu markmið með þessum 29 greinum innan þingræðisins. Þessar tvær greinar sem hér eru núna til umfjöllunar, 28. og 29. greinin, er í sjálfu sér engin grundvallarbreyting. Þetta er auðvitað í reynd það sem að gerist í sjálfu sér fyrir utan hinn formlega feril sem að stjórnarmyndunarumboðið setur þetta í, en það sem að við teljum mjög brýnt og eiginlega forsendu fyrir því að okkar tillögur gangi upp er að flytja stjórnarmyndunina inn í þingið og gera ríkisstjórnina þá með beinum hætti ábyrga gagnvart þinginu, að hún sitji þá sannarlega í skjóli og umboði Alþingis, og það sé Alþingi sem að kjósi ríkisstjórnina og það sé Alþingi sem að geti veitt henni lausn. Eins og Vilhjálmur nefndi að þá er þetta nú vanalega svona í þingræðis ríkjum og okkar tillögur miða af því, og við setjum inn þetta fyrirkomulag jákvætt vantraust, að stjórnarandstaðan vilji hún leggja fram vantraust tillögu, að þá komi hún sér fyrst saman forsætisráðherra og þvingum þannig fram ákveðna ábyrgð í því máli. Nú, ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra nema kannski að nefna það að þetta er auðvitað rétt hjá Þorvaldi þegar hann nefnir þetta með utanþingsmöguleikann, og það er hugsanlega eitthvað sem við þyrftum að gæta að og skrifa inn í þessa tillögu,
En það hins vegar auðvitað forsenda tillögunar að þetta sé þingið sjálft sem að leysi úr þessu máli. En það hugsanlegt að setja inn ákvæði að takist því það ekki, að þá komi til kasta annara að mynda hér utan þings stjórn. En ég læt þetta duga í bili. Takk fyrir.